Takk Gísli, förum yfir þetta. Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian var rænd í París í vikunni. Ránið virðist hafa verið þaulskipulagt og fjölmiðlar hafa greint frá því að ræningjar hafi flúið vettvanginn á reiðhjólum. Nú ég ekki rannsóknarlögreglumaður en Gísli Marteinn Baldursson, stjórnandi þessa þáttar, var staddur í París þegar ránið átti sér stað. Og Víkingaklappið fékk slæmt högg í vikunni þegar Aron Einar Gunnarsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, velti fyrir sér hvort það væri orðið þreytt. Þessar vangaveltur koma á slæmum tíma fyrir Guðna T.H. Jóhannesson, forseta Íslands, sem var alveg að ná þessu. After that, immediately after that, you have to go. Okay. Well, experiment once. Exactly. Og Katla komst í fréttinnar á dögunum, en hún skrifar skaupið í ár ásamt fóstbræðrunum Jóni Gnarr, Sigurjóni Kjartans, Helgu Braga og Þorsteini Guðmunds. Ég og Katla vorum í hópnum sem skrifaði skaupið í fyrra og það liggur því beinast við að spyrja, er ég ekki nógu góður fyrir þig? En eldstöðin í Kötlu myndi einnig á sig á dögunum og vísindamenn töldu að væringarnar hefðu getað endað með gosi í buxunum hans Kristjáns Más Unnarssonar. Jarðskjálftamælar fór að nema Holdris Kristjáns og Gísla Einarssonar í síðustu viku en ástandi virðist nú hafa hjaðnað. En það er ekki hægt að sleppa því að tala aðeins vandræði Framsóknarflokksins. Flokksþingi síðustu helgi lauk með því að Sigurður Ingi Jóhannsson var kjörinn formaður eftir snarpa baráttu við Sigmund Davíð Gunnlaugsson. Sigurður Ingi Jóhannsson sigraði Sigmund Davíð Gunnlaugsson í baráttunum formennsku í Framsóknarflokknum. En ýmislegt hefur gengið á í Framsókn undanfarið og eftir nokkra vikur af hnífasettum, rofnum útsendingum og hurðaskellum var Sigmundur Davíð velt úr sessi með talsverðum látum. Það sem stendur upp úr er að ákveðin hópur innan Framsóknar virðist halda að Sigmundur Davíð sé litla snóðaða stelpa með ofurkraftana í Stranger Things. Þau telja að vandræði hans séu skrimslum úr hliðrænni veröld að kenna og hluti af víðtæku samsæri. Það má samt ekki gera lítið úr því að Sigmundur Davíð nýtur mikil stuðnings, sérstaklega innan flokksins. Aðeins 41 atkvæði skildi hann og Sigurður Inga að í formannskjörinu og á meðan lætin voru mest komu stuðningsyfirlýsingar úr ýmsum áttum. Vigdís Hauksdóttir spáði honum til dæmis stórsigri í formannskjörinu og fleiri þingmenn studdu baki á honum. Meðal annars Þorsteinn Sæmundsson sem reyndar það sama fyrir stjórnmál og Toro Pakkabennes fyrir sósur. Hann lítur út eins og alvöru stjórnmálamaður og við myndum trúa því ef árið væri 1986 og við bara vissum ekki betur. Annað sem stendur upp úr er að Sigmundur hatar mjög mikið að tapa. Hann rauk út þegar Sigurður Ingi reyndi að strá salti í sári með því að hefja einhvers konar hópefli eftir sigurinn. Eina leiðin til að gera það vandræðalegra er að Sigurður Ingi hefur boðið upp á þessa köku hér sem átti að vera rósakaka en bakarinn líkti við hrúgu af píkum. En Sigurður Ingi óttast ekki klofning í flokknum þráttur að það hafi verið mjög mjótt á munum þegar hann var kjörinn formaður, að formaður Framsóknarfélagsins Reykjavík tali svindl, að hópur Kínverja hafi smyglað sér inn á flokksþingi og kosið gegn Sigmundi Davíð og þráttur að þessi náungi hér hafi ekki verið kjörinn varaformaður. Já, ég er komið á sátt með Framsóknarmanna svo Framsóknarflokkur eigi sér bjarta framtíð. En það sem meira er, Sigurður Ingi óttast ekki klofning þráttur að þetta hafi verið kveðurnar sem Eygló Harðardóttir fékk þegar hún rétt út sáttahönd á flokksþinginu. Í komandi kosningum. Stegi klassi reiði maður, en það getur enn allt gerst. Síðast þegar Framsóknarmaður tók við vængbrotnum flokki, stappaði hann stálinu og bjargaði deginum, þá komst KR úr ómögulegri stöðu í Evrópusæti. En ég heldur reyndar að Framsókn vilji alls ekki lenda í Evrópusæti. En gleymum samt ekki að í staðinn fyrir Sigmund Davíð valdi Framsóknarflokkurinn mannin sem sagði þetta hér. Það er auðvitað augljóslega talsvert flókið að eiga pening á Íslandi. Og hvað gæti hugsanlega farið úrskeiðis?